Það kom velur einhvern sigur á slóðunum. Getur að vera ánægður með það, ekki satt? Heldur betur og tryggja sér fastseðilinn og bara báða leikina. Að vinna þetta frábæra liði er bara mikið afrek, finnst mér. Og hérna bara fullt eða mikið hrós á liði fyrir frammistöðum. Áhörnir það voru stórkostlegir, ekki satt? Heldur betur. Við viljum þakka Kára fyrir að auglýsa leikinn svona vel upp fyrir okkur. Það hlýtur að fá prósentur af þessu hvernig þetta fór allt saman. En bara æðisleg stemning og jákvæð stemning líka og það er sama hvort við gerum mistök eða ekki, það er alltaf verið að peppa okkur upp og styðja okkur áfram og við vonandi náðum að borga aðeins tilbaka þá með því að vinna leikinn og sigla fram á rauninni í lokin. Aron Kristjánsson spilaði ekki á mörgum mönnum í dag, svona álagið var á fáum mönnum og fannstu vel fyrir því? Nei. Hvernig svona framhaldi í keppninni, núna erum við búin að tryggja ykkur á EM og svona líkurinn er ekkert undir í næstu leikjum í keppninni? Jú, fyrsta sæti. Það er bara ekkert nema það, við erum, liðið sem að gæti tekið okkur væru Hvíta-Rússarnir og það er leikur í Hvíta-Rússlandi 7. Nei, hvernig er það? 11. júní eða eitthvað slags, held ég 12. júní. Og það er leikur sem við ætlum að vinna. Við ætlum að vera í fyrsta sæti og þá kannski erum við rankaðir ofar þegar það dregir í riðla í EM. Og við ætlum að klára þennan riðil með tablusir. Þannig að við erum ekki ennþá búnir en við erum komnir á móti sem er bara æðislegt. Nú snúum við okkur að félagsliðinu Kíl, framhaldið þar. Þeir náttúrulega eru all in í öllum keppnum þar og líst þér ekki bara vel að það? Jú, það er náttúrulega nóg að gera. Við erum að fara í Final Four í bikarnum næstu helgi og við erum í 8. úrslitum í meistaradeildinni og lítið vel út í deildinni hjá okkur, hvernig maður segja. Þannig að það eru spennandi og skemmtilegi tíma framöndu það líka, þannig að það er alltaf nóg að gera. Svona fara það svo að þið farið í úrslitaleik í bikar næstu helgi, er ykkur ósk á móti því? Nei, ég held að það sé best að fara að halda svoleiðis fyrir sjálfan sig. Manni verður alltaf refsað ef maður ætlar að óska sér ykkur, þannig að það er bara eina sem við ætlum okkur er að komast í úrslitin og þegar við erum komin í úrslitið þá ætlum við að vinna og vonandi að það gangi eftir. Það verður mikið mannabreytingar í ykkur í sumar, telur það að muni veikja liðið? Það er náttúrulega nafnalega séð á pappírunum þá er klárt mál að við verðum ekki af sterkir við vetur. Það er oft þannig að þegar að menn dett út og aðrir koma inn, það er svona ný orka sem að leysist úr læðingi. Það er svona aðrir fá tækifæri til að stíga upp og sanna sig og taka við stærri hlutverkum. Þannig að þetta verður öðruvísi lið. Ég er ekki viss að við verðum mikið, ég get ekki sagt að við verðum mikið lélegri, en þetta verður mikið breytt lið. Og kannski aðrir styrkleikar heldur en liðið við núna, en ég meina það er kannski óhjákvæmilegt líka að það verði einhverjar breytingar því að þetta lið er búið að spila lengi saman. Þannig að við bara tökum þátt í því og vonum það besta. Takk fyrir þetta.